Halldór, þið tapið fyrsta leiknum á tímabilinu á móti Keflavík. Síðan þá eru þið búin að vinna þær 4 skipti, bikar og deild. Já, svona, og kannski þægilegast núna. Áttum við náttúrulega alveg svaka vinning Bössur hérna í bikarnum. En hérna, já, bara, mér finnst alltaf voðalega gott að koma hingað og vinna, því það er erfitt. Þótt að hérna við kannski náðum aðeins að vera stíga yfir. Ég held að kannski hérna energy leveli hjá okkur, eða okkur stigið hjá okkur var aðeins hærra enn í seinni af því að við höfum mikið að keppa við en kannski Keflavík ekki. Svona aðeins minna. Það er á toppir með þessu sigri, þú voru á toppnum samt. En hagsta úrslit fyrir ykkur í öðrum leikjum kvöldsins sem gerir það verkum að þið eru bara svona, þetta er ykkar höndum algjörlega núna. Já, og hérna, ég held að þetta sé alveg svakalegur úrslitaleikur núna hérna á laugardaginn á móti Haukunum. Og óbreytt að Haukarnir fái fyrsta sinni frí núna held sem ég veit ekki hvenær, það taka hvíld núna og á meðan við þurftum að setja kannski smá orku í dag en ég held að við höfum samt að ná að hvíla alveg ágætlega. Þannig að þetta er í okkur höndum og þannig viljum við hafa það. Við viljum ekki vera að treysta á aðra þótt að Grindavík og hérna Breiðablik hafa gert okkur stóran greiðingu. En það er stutt á milli í þessu, ég meina það er ekkert margir dagar síðan þeir eru í bara mjög erfiðum málum á móti Val hérna, þú veist. Nei, við erum líka loksins komnar, það geta neitt margir sagt þessi er búin að missa út leikmenn. En ég held að sé alveg dálítið rosalega augljóst hvað er mikilvægt fyrir okkur að hafa hérna þessar allavega hérna, við vorum ekki með Dagný Vísu á móti Val, vorum ekki með Sönju á móti Haukunum. Og þessar tvær eru bara mjög mikilvægt fyrir okkur og mikill partur á bæði varnar og sóknarleik. Þannig að ég held að þegar við erum komið nú fekk Sigrún loksins að koma að sinna völlum og búin að vera mjög óöfnileg meiðsli. Þannig að þegar við erum allar komin á stað þá hérna held ég að það sé að fara að vera mjög skemmtilegt hjá okkur. Sigrún Sjöfn, náttúrulega einn einstaklega leikmaður bara í deildinni. Í hvaða stand er hún? Er hún að koma inn eftir? Hún er búin að taka 2 æfingar núna. Hún alltaf byrjaði tímabili með þetta beinmar. Og svo loksins þegar hún var komin á gott skrið þá fór hún á axlarlið. Þannig að hún er að koma núna eftir axlarmeiðsli og hefur ekki verið að spila mikið 5-5. En það er mikilvægt fyrir okkur og hún fékk mínútur hérna í dag því að ef þú ert til dæmis með, veist, þetta er bara reynsla, hún er 7. landsleikjahæsti leikmaður hérna Íslandssöguna bara og hún er búin að fara í gegnum margar úrslitaseríur og þetta er bara gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og hún sé að komast á völlinn og komast í takt fyrir úrslitakeppni. Komið upp í deildina að svona lokum, komið upp í deildina sem nýlega fyrir og farið í úrslitakeppnina og svaka stemming með ykkur í Galhúsum og bara með liðinu svona almennt. Er það að taka næsta skrifu á þessu tímabili og eru þið að fara alla leið? Sko ég held að við höfum tekið næsta skref þegar við fengum Danielísu til okkur. Og það var svona þetta skref sem við þurftum að taka, að fá hérna svona bara leikmann á háu leveli og búum til lið svona kringum hana í bland með hérna atvinnumönnum í kringum ungar stelpur og eldri leikmann sem hafa verið hérna fyrir. Og vonandi hérna getum við tekið þetta eitthvað lengra. Og við byrjum alltaf að reyna að setja okkur á deildarmeistaratitilinn. Þannig er við það. Já, þetta er, og mér finnst eiginlega bara, ég myndi þykja það mjög kært að fá hann eftir öll. Við erum búin að þurfa að skipta kana, meiðsli og alls konar vesen og eins og aftur, það er allir búin að lenda í einhverju. En hann er rosalega sætur að fá hann og það yrði líka, það er enginn að segja mér að deildarmeistaratitilinn sé ekki stór titill, alveg saman Íslandsmeistaratill sé svo stærstur, en það yrði líka fyrsti titill í sögu Fjölnis í öllum boltagreinum. Og það væri voðalega gaman að ná hann. Og þið vantilega bara brattar eftir svona úrslit? Hvað segirðu? Þið bara brattar eftir svona úrslit vantilega? Já, við megum ekki fljúga hátt, menn við höfum bara virkilega erfiðan leik á laugardaginn. Haukarnir? Já. Það er búið að vera team to beat allt sísonið, skilur. Það er ekki við. Haukarnir eru með alla pressun á sér, skilur. Þetta er okkar Eurocup lið og með okkar allra besta íslenska leikmenn upphafi og aldrei svona að fá sprengju í kananum með allar þessar geggjuðu íslenska leikmenn. Þannig að þetta er alveg, sko, það er liðið sem þarf að vinna og eru favorite, skilur. Þannig að við þurfum að fara að hörku inn í það. Til að meta sálfræðina, Halldór, bestu þakkir og gangi ykkur vel.